aftur. Í dag ætlum við að halda áfram að fjalla CSS. Við vorum nánatiltekið komin af þeim stað í bókinni þar sem að vera að fjalla svo kallaðas attribute selector, ef maður rétt. Og ef við kannski rifjum aðeins upp, þá vorum við að tala við byrjum aðeins að tala hérna CSS og hvað CSS gerir, hvert hlutverk CSS skjálsins og vorum að tala líka hvernig getum við lýst yfir CSS eða ekki. Við gátum gert það sem sagt svo kallaða inline CSS, þar sem við erum að CSS-a HTML-tögin bara með svo kallaða style attribute, ekki? Svo tölum við hvernig getum verið með svona style-nóðu í headernum okkar. Þar inni getum við verið með CSS og að lokum hvernig við getum vísað í CSS-skjali svona. Ég talaði að þetta væri svona hreinasta leiðin til að gera þetta. Þá er þetta einu stað, þá er HTML-skjali læsilegra og svo framvegis. Við tölum alls konar selektora og við vorum komin hingað. Já, svo kom akkurat dæmi sem ég nefndi við okkur, hvað væri sniðugt að þarna. Þetta svona, þessi selektora gera það svolítið að verkum. Bara svona svo við tölum aðeins meira þetta, er að ég talaði að við getum verið með ID og klasa á elementi. Og við töluðum svolítið mikið þennan mun, eða ekki? ID þarf að vera eitthvað sem einkvæmt, og það má bara vera eitt ID per element. Hins vegar klasin, við getum verið með marga klasa á einu elementi og við megum endurtaka þetta klasaheiti. Þetta svona til þess að hópa hluti saman nokkurn veginn. Og þetta svona 2 tól sem við fáum í hendunar, en svo þurfum við ekki endilega að nota klasa eða ID. Við gætum líka að nota öll hinn selektorin og púsla þessu saman, eins og hérna er verið að velja öll þessi input-tök sem eru af taginu text. Þannig að hérna þurfum við ekki að vera að setja klasa á öll text, á öll innsláttabóksin hjá okkur til þess að geta valið öll þessi textabóks, skiljiði. Þannig að hafa þetta alltaf í huga. Ég sagði líka við okkur síðast að þetta er svolítið, það er að vinna CSS á marga vegu, það er svona ykkar hlutverk að velja svona bestu aðferðina við það að CSS. Svo er náttúrulega ákveðin trend sem ganga eins og vinnumarkaðinum, sem bara menn gera hlutinu svona svipað. En það er ekki þar með sagt að það sé eina leiðin. Pseudo-selektorinn, hann er mjög svipar og pseudo-class-selektorinn, minniði. Við tölum þessa hlekki hér. Við tölum link, hover, visited og active saman, svona svipaði syntax, það er svona tvípunktur á eftir HTML-tagið sjálft og svo kemur eitthvað gildi, selektorinn sjálfur. Þetta er svona aðeins öðruvísi, þetta er mjög svona sérstakur selektor því leytinu til að hann vinnur ekki á elementi í heild sinni. Hann snertir ekki heilt element. Hér er verið að segja, ok, ég ætla fyrir öll P, þá ætla ég að beita þessari hérna reglu á fyrsta stafi. Sjáu því. Og það eru til fleiri pseudo-selektorar eins og fyrsta línan, skiljiði. Eða ég ætla að setja efni á undan öllum P-um. Við getum skoða bara hérna, var ágætis dæmi hér held ég. Við förum hingað. Þetta er ekki mikið notað en þetta er mjög öflugt. Svo hérna fyrsta línan, við getum valið fyrstu línuna til dæmis. En þetta er ekki öll málsgreinin, skiljiði. Þetta er bara hluta af málsgreininni. Þar af leiðandi erum við aldrei að vinna með heil HTML-tök. Þess að hafa áhrif á það þannig. First letter hérna og hvað var þetta hitt hérna? Já, before hérna. Hafið þið séð þetta áður? Þetta er rosa mikið notað, þetta er sérstaklega í svona frameworkum. Hérna segjum við að before hérna, H1 tag, áður en innihaldi kemur, þá ætlum við að setja eitthvað, sjáu því. Þá segjum við content before, og það er líka til eitthvað sem heitir after. Þannig hérna setjum við mynd fyrir framan alla titlana. Sjáu hvað þetta er sniðugt. Það er reyndar hægt að gera þetta til dæmis á mismunandi vegu, á marga vegu. Við hefum síðan og þegar alls konar selektor, við getum sett alveg mynd hérna inn í þessu hérna tagi hérna og verið með mynd fyrir framan, skiljiði. Og við getum líka sett bara bakgrunnsmynd á þessum H1 hérna líka, eða nota before og vera með content, skiljiði. Þannig að þetta er kannski svona, hvað ég segja,
fallegasta leiðin að því leitinu að þetta svona lýsandi. Það augljóst að það verið að setja eitthvað before áður en innihaldi kemur. Og svo já, descendant selektorinn. Þetta svona sem maður langar kannski að tala Þetta er svona mjög öflugur selektor. Hann ekki svona öðruvísi. Þetta bara svona bland af öllu sem við höfum skoðað hingað til. Þetta mjög gott dæmi hér. Við erum með færa ykkur yfir. Það er mjög algengt að sjá til dæmis eitthvað svona. Ekki satt. Allt eitthvað svona, það er eitthvað valmynd yfirleitt, vinstra megin eða fyrir ofan eða hvað sem hún er. Og það er mjög algengt að nota lista til þess að útfæra valmynd. Og inn í þessu lista, inn í hvert list-item er hlekkur. Svona. Og fleiri, þetta er bara svona mjög lítið dæmi. Og það er mjög algengt að menn bara segja ok, það er bara ein valmynd, þannig að ég ætla að gefa valmyndin eitthvað ID. Það þarf ekkert, finnst mér í dag, en það er allt í lagi. Og svo er ég með svona menjulista. Ég get verið mitt, mjög snögt að vera þetta klasa hér og segja ok, ég ætla að gefa mér eitthvað menjú. Ég ætla að nota til að búa þetta klasa sem heitir menjú og hann hlýtur að vera að gera ýmislegt. Getur verið að setja eitthvað bakgrunnslit og verið að laga padding og margin og hafi þetta lóðrétt eða lárétt, skiljið. Það er þetta að gera ýmislegt. En svo þurfum við ekkert meira til að sjá því. Hérna var kannski mjög klassískt að segja bara, ég ætla að vera með einhvern annan klasa menu, item, svona. Og svo varum við aftur niður eitthvað svona class, menu, item og hvað segja, link. Það er ekki svolítið svona klassískt, ekki? Þannig að maður er að byrja að vinna. Þetta er eðlilegt, það er ekki að þessu. En þetta er óþarfi. Þetta hér. Restina af þessum klusum. Það er mjög algengt að fólk merki allt og ég er að sýna ykkur að það er ekkert að þessu en það sem descendant selektorinn gerir, hann grafa sér svolítið niður í skjælun okkar. Þetta byggir svolítið á að vera hátt í milli svolítið þannig, við erum á einu leveli, svo komum við svona level 2, við erum komin inn í bodyið og inn í bodyið hérna er eitthvað div, það er eitthvað valmynd og inn í þessu divi er eitthvað öll, þannig að við erum að fara alltaf inn í skjælun, við færum okkur alltaf svona niður einhver level, ef svo má kallast. Það er þetta að lýsa því. En svo er hérna mjög skemmtileg selektor hérna. Hérna segjum við bara, við ætlum að velja hérna valmyndin okkar, við ætlum að velja þetta menu og svo getum við satt bara, sjáðu, við förum svona inn í skjalið. Hérna er eitthvað div, svo er einhver listi sem hefur þennan klassa hér, af því við getum verið með marga lista, það vil kannski aukina þennan lista sérstaklega og svo er eitthvað list item eða hlutir í þessum lista og inn í þenn hlut er eitthvað A. En þetta krefst þess svolítið að þessi hérna hlekkur sé inn í einhverju liði og þetta lið sé inn í einhverju lista og listin verður að vera inn í eitthvað element sem hefur ID navigation. Þannig að, já, er þetta skýrt? Fatti alveg hvert ég er að fara með þetta? Svo getum við keyrt þetta skjal hérna. Tökum bara hérna, skulum bara endurtaka hérna nokkur item hérna. Tökum hérna þetta auka klasa hér. Einnig verið hins vegar að þarna ennþá meiri svona þetta væri, hvað var þetta? Þetta væri svona hérna verður notað div, við tölum HTML5, eða ekki? Það er til tag sem heitir nav, eða ekki? Þetta var ekki cool, eða ekki? Getur verið ennþá meira töff og sagt bara, ég ætla að vera með nav hérna. Ég ætla að sleppa þessu ID hér og segja bara svona. Þetta er ennþá hreinara. Það er engin klassi, það er ekkert auka, nema kannski þessi valmynd hérna. Því listin er rosalega mikið notað, skiljið. Við notum lista í rosalega mikið. Þannig að við þurfum yfirleitt að aukjana listan okkar og þá er kannski best að gera það með einhverju klösum. Þannig að eðlilegast. En til að sýna ykkur dæmi, þá sá þetta virki. Hvaða litur er þetta? Þetta einhvern?
Þetta svo kallað svona red, green, blue, þannig að það rauður í botn, engi grænn og blár. Hvað þá? Takk. Fjólublá, sagði hann. Og lítið aðeins á eftir. Þannig að ekki hafa áhyggjur við hinn. Herra, við förum inn í run og kerum þetta í Chrome. Svona. Sjáðu? Akkur þetta ekki að virka? Átti ekki að vera blátt. Nei, hérna. Já, það einhver syntaxveitlega hérna, sjáðu. Eitthvað hef ég slegið inn óvart. Eitthvað í maður pista svona, ekki? Segir bara þeirra að pista kóða úr bókinni. Segir bara red hérna. Jú, sett ekki tvípunkt. Já, sorry. Takk fyrir. Mjög sniðugt. Kannski ágætt að minnast á það núna. Við erum búin að tala selektorana. Jú. Er þetta alveg skýrt? Þið ættu að nota þetta svolítið mikið, skiljið. Vinna ykkur svolítið niður inn í skjæleikar. Þetta er mjög svipað og svo kallað child selector, munið hvernig hann var. Svona. Það var svona goggur. Nei, svona mínusmerki, eða minnanmerki. Munið þið. Þetta velur sko næsta element fyrir neðan p-ið. En sko, við gætum alveg gert svona. Þetta alveg sagt sko, ég ætla að velja hérna öll liðin sem eru inn í þetta div. Það er óháð því hvar það er staðsett, hversu langt fyrir innan það er, skiljiði. Hversu langt niður það er. Það þarf ekki að vera beint í beinum framhaldi, skiljiði hvert er að fara. Já, nákvæmlega. Nefnum að spyrja, þetta nota frekar, þetta heldur en child. Jú, þetta er mjög mikið notað. Child er líka notað en það er kannski stundum sem við viljum kannski velja bara ef þetta er beint fyrir neðan. Kannski viljum við tryggja að ákveðnar reglur séu fylgdar í HTML-in okkar. Að sé alltaf eitthvað UL á milli. Þannig að kannski er einhver sem skrifaði CSS-ið og annar sem gerði HTML-ið. Það geta verið margar ástæður fyrir því að akkur maður nota child selector. En þetta er eitthvað sem maður læri svolítið bara við því að prófa að sjá frá. Það er engin svona golden rule fyrir hvernig það var að vinna með hana CSS. Conflicts, það var hana, við vorum að tala um þetta í síðasta tíma, hvað hefði meira vægi og það eru flóknar reglur þetta. Og við fengum aðeins að sjá það síðast en svona í svona gróðundrætti þá er þetta bara inline CSS hefur meira vægi en allt annað. Þess vegna var ég líka að tala um það í byrjun að við ættum helst ekki að nota inline CSS. Spurning. Já, hann er hér. Hvernig var það með hann? Já, klasar aftur, nema það að spyrja hvað eru klasar aftur. Klasar eru svona, við getum gefið HTML-eigendunum okkar heiti eða auðkendum með svokallum klösum eða ID-um. ID þarf að vera einkvæmt og klasi má vera bara hvað sem er og við megum vera með nokkra klasa. Ok, conflicts. Inline CSS, munið hvað inline var, eða ekki? Ég var að tala um það rétt á hann. Það er að nota hérna style attribute á HTML-tök. Það hefur meira hérna vægi. Svo er það sem sagt ID-selektorinn. Og þetta er líka kannski ein af stærstum ástæðum fyrir því að ég nota ID mjög lítið og það er mjög svona trendið svolítið í dag. Ég veit ekki hvernig það hefur verið áður en það er svo hættulegt að nota ID, það verður að vera einkvæmt og leður búið að taka frá eitthvað heiti eða eitthvað svona lýsandi þá er maður svolítið svona, og svo kannski eitthvað svona CSS sem er fyrir ofan, mjög ofar í skjalinu sem er að vinna með ID og þá ég er mjög erfitt kannski einhvers staðar neður í skjalinu að nota klasana mína til þess að yfirskrifa litina eða eitthvað svona álíka. Þannig að maður lendur oft í svona konfliktum bara, ég var að setja hann grænan, akkur virka þetta ekki og þá er það yfirleitt eitthvað annað sem er ofar í skjalinu sem er að yfirskrifa sem hefur meira vægi heldur en það sem ég er að gera aðeins neðar. Og þetta getur verið svolítið pirrandi. En þið bara læri þetta bara. Svo er það type selector og universal selector. Þetta er engan veginn svona þetta er ekki bara einu reglunar vegna þess að eins og þið sjáu hér
þá hægt að búa til CSS á ýmsa vegu. Hérna vorum við með sko nokkra selektora, sjáðu. Við erum að nota hérna ID-selektorinn, við erum að nota líka type-selektorinn og við erum að líka nota class-selektorinn. Þannig að það mjög flókið að segja til ég get ekki kynnt ykkur hér fyrir alla þessar reglur eða hvernig þetta virkar. Þið verður svolítið að prófa ykkur áfram og ég hvet ykkur til þess að lesa hérna grein sem útskýrir þetta mjög vel og tekur mjög góð mörg dæmi og fara endilega í gegnum það. Spurningar so far. Þetta alveg bara super clear. Já, hérna ég að tala, næstu ætlum við að tala CSS properties eða CSS eigindi, hvað maður segja, gildi. CSS gildi kannski meira lýsandi. Við erum búin að tala hingað til núna hvernig við getum valið CSS okkar, hvernig getum við selekta CSS-ið. Við erum ekki búin að tala eina reglu, sjáðu. Og núna ætlum við að fjalla það. Hérna listi yfir CSS 2 hérna, propertyin. Búið að lista þetta svona skemmtilega upp. Endilega rúli gegnum þetta því að oftast það yfirleitt til eitthvað property sem gerir það sem okkar langar að gera. Hérna fyrir CSS 3, ef vil ég skoða það. Og hver stuðningurinn líka hérna. Mjög svona, hvað að segja. Þetta mjög svona sniðugt. Það getur hjálpað okkur mjög mikið í verkefnavinnunni ykkar. Dempum okkur beint í þetta. Colors. Ég var að tala um liti á þann. Eitthvað sem við gerum mjög mikið að breyta lit, skipta lit. Spurning. Já. Mjög góð spurning reyndar. Þetta ekki mjög lýðskvað. Það engin spurning heimspurning. En það var að spyrja nefndi hérna hvort að, hvað CSS 2 og 3, þetta eitthvað ný útgáfa þessu, hvernig virkar þetta, talar þetta saman. Og já, þetta ég nefni það setni í bókinni að, CSS 2 svona eitt staðall, bara eitt versjón, bara ein útgáfa af CSS. Svo kom, útgáfan reyndar ekki komin, eins og með HTML5, bara alveg eins. Og það komin ný útgáfa, og ný útgáfan styður allt sem eldri útgáfan styður líka. Þannig að við getum alveg unni með CSS 2 og 3 svona í bland. Þetta svona backwards compatible. Ég veit ekki hvernig maður segir það á íslensku. Hvernig myndið þið þýða það? Aftur og bak. Aftur og bak stuðningur eða eitthvað. Já, en það ekki alltaf þannig reyndar. Það hann með forritunarmál og annað. Það stundum sem kannski nýjar útgáfur einhverju taka eitthvað gamalt út. Skiljið, það oft þannig. En það ekki þannig með CSS 3. Þannig þið megið vinna að blanda þessu saman. Þetta náttúrulega bara eitt forritunarmál í rauninni, þannig þið vinnið þetta bara saman. En já, talandi liti, það þetta að skilgreina liti á nokkra vegu. Þið hafið séð núna color property svolítið mikið eða ekki. Ég hef notað helst hérna color red, sjáðu. Það eru svona fyrirfram skilgreindi litir sem sagt til eins og red og hvað þetta, blue og pink, nei ekki pink, purple. Það svona hjálp hérna sjáu þið í Notepad++. En ekki trista þessari hjálp hérna vegna þess að hún ekki að vinna með CSS 3 til dæmis, ég uppgötaði þann daginn. Bara svona heads up. En við getum líka búið til okkar einliti og við getum sagt hérna við getum notað hex-skildi, eða við getum notað hérna red, green, blue. Þetta svona mjög algengt að nota þetta. Og við opnum hérna paint hérna. Og hérna gerum eitthvað hérna, rætti út, nei. Teiknum hérna einhvern hring hérna, nei. Hvernig vel í fill color? Solid fill, svona, ok. Allt í lagi. Og það er svona color picker hérna. Og svo ætlum við að skoða hana lit. Hvað color picker? Svona. Hvað get ég edit colors hérna? Sjáu þið. Við getum búið hérna hvaða lit, vitið alveg hvernig liti virka, eða ekki? Litin bara einfallega að blanda af rauðum, grænum og blá. Þannig búið til alla litin okkar. Og það svo kallega að nota hérna
þessi hérna red, green, blue gildi sem ganga frá 0 upp í 255. Þannig að það eru 256 gildi fyrir hvert lit. Þannig að ef ég geri hérna rauðan í botni hérna, geri svona, 255 og engan grænan ekkert blátt, þá er þetta alveg rautt, sjáðu hérna. Og ég sett hérna, ef ég sett alla litin í botn, hvað gerist þá? Ef ég engan lit, engan grænan, engan blá, engan rauðan, svartan. Svo framvegis. Og það er nákvæmlega sama að við erum að gera hér í CSS okkar. Við getum sagt hérna bara, við ætlum að vera með hana rauðan í botn og engan bláan, engan grænan, engan bláan. Þá fáum við rauðan lit. Það getur okkar ekki. Svona, jú, það er áfram rautt. Og við getum sagt hérna, ég ætla að hafa hérna, hvað vorum við á þann? Fjólubláan eða ekki? Var ekki svona? Já, góð spurning, transparency, ekki í CSS 2, það er komið núna nýtt í CSS 3 svo kallað alfa-gildi, það er nýtt, þá gerum við svona, ekki að tala neitt sérstaklega það, ég ætla að leiða ykkur að kynna ykkur það og við getum sagt hérna að við ætlum að 50% gegnsætt, svona. Það er skemmtilega að nota þetta sko ef við erum með kannski ég er ekki að sniðugt með þennan hérna lit sko, en frekar með kannski bakgrúnsliti og svoleiðis, skiljið. Það vil láta bakgrúnsliti svona overlaya og annað. Ég skal sýna ykkur svo bara dæmi kannski aðeins í lok kaflans. Þannig áttu ykkur aðeins betur á því hversu öflugt þetta er. En já, það er hægt að nota, eins og ég segi hér, tölur frá 0 upp í 55. Við getum nota prósentutölur. Þið áttu ykkur alveg því alveg hver munurinn er eða ekki, prósentur. Hexgildi. Þið ætti að þekkja hexgildi eða ekki núna. Hvað er F? Ég ætla frekar að spyrja, hvað er FF? Já, þetta er bænari fyrir 1, 1, 1, 1. Og þetta tvent saman er eitt gildi, þannig að það er svona. Þetta er eitt gildi, þetta er 275, allt í botn. Svo bara 0 og 0. Og við getum líka verið með svona styttingu. Við erum bara með 3 svona hexgildi. Þannig að þetta er rauninni stendur fyrir, þetta er bara stytting fyrir það, ég ætla að vera með allt í botni. Þannig að það er rauninni ekki lengur í búið hérna 270 gildi. Það er bara að vera að vinna með svona minni skala. Já, þetta er bara svona, það er engin svona sérstök regla með hvað er best að nota, en þið megi bara endilega hérna prófa ykkur áfram með þetta. Og ég nota, hvað ég segja, ég nota þetta svona oftast, held ég. Sumir finnst hex svolítið cool. Það er svona nördalegt eitthvað, ég veit það ekki. Það er alveg svalt, sko. Bakgrunnseigindi okkar, þetta er mjög þekkt eigindi. Skulum skoðum þetta hérna CSS. Background eigindi, við erum ekki séð að hinga til. Það er svona eðlilegast að vera með svona, fyrst mér þegar við erum að vinna með CSS er að raða eigindin svolítið svona eftir hérna, við erum einhverja mynd. Hvað mynd getur við verið með? Fyrir minna á hr hérna.is. Stelum, hvað er að stela? Logoið hérna. Ég ætla að vera hérna rosa snöggur og ná í þetta logo hér. Svona. Desktop. Hvað er þið núna? Green examples. Og hvað heitir CSS-ið? Þetta er PNG-mynd. Það er komið bakgrunnsmynd í mappin okkar hérna sem við erum að vinna með. Svona. Þannig að hérna ætlum við að segja, ok, við ætlum að nota background eigindi. Við ætlum að segja, við ætlum að setja bakgrunn sem sagt. Setja bakgrunn á body okkar. Body okkar er allt sem er sem sagt visible eða sýnilegt. Background eigindi er svolítið svona, kannski best að segja að við getum gert það svona. Þetta var kannski svona eðlilegast að gera. Er að vera með þetta svona. Background image og svo getur við verið með background color
og þá myndum við gera hérna lit. Hérna, svona, og þetta eru nokkur eigendir sem við erum að blanda saman og við getum verið með background repeat, saman sem repeat x, svona. Þetta er alls konar svona backgrounds-eigindi og það sem við erum að segja hér er að, og við getum sömuleiðis, þetta eru property sem má nota á hvaða selector sem by the way. Hérna er bara, er ég að velja body, það er svona stærsta tagið og ef við skoðum hérna skjalið okkar þá er body allt sem er að bakvið. Svo hér, ég fer með bendilinn hérna yfir þá sjáum við þetta. Þannig að þetta er svona mjög mikið notað. Í staðans að vera með einhverja risastóra mynd og segja bara við viljum bara bakgrunnsmyndir sé þetta, þannig að ef það skildi koma eitthvað inn í bodyið þá er það bara fyrir ofan. Við segjum hérna bakgrunnsmyndin eigi að vera þetta logo og við segjum að bakgrunnslit eigi að vera, hérna, hvað lit er þetta? Og við viljum endurtaka þessari mynd á X-ásin. Af hverju? Myndir hafa ákveðna vídd og hæð, ekki satt, hafa ákveðna stærð og stundum nær myndin ekki að fylla upp í eitthvað ákveðin eigindi, ekki satt. Þá er mjög gott að vera með svona einhver bakgrunnslit ef það skildi koma upp á að myndin nær ekki alveg. Og jafnvel ef við slökkum á, við erum að tala svona vafra sem birta enga myndir, þá mun þessi bakgrunnslitur koma í staðinn. Og svo getum við stillt hérna, eins og segi, hvort við viljum að myndin endurtakist eða ekki. Það skal ágætt að taka fyrsta dæmi svona, segjum hérna no repeat, svona. Myndin fer bara upp í hornið og verður bara þar og það verður bakgrunnslitur á öðru stöðum og þetta mun ekki repeatast. Svona. Þetta er ekki fallegt, ég veit það. En þetta er bara dæmi. Ég kann alveg búið til fallega hluti, skil ég. En ok, þannig að þetta fer bara upp í hornið og svo kemur grænn litur á bakvið og svo segir við ætlum ekki að vera að endurtaka þessa mynd. Þetta er svona mjög algengt að nota bakgrunnsproperty svona. Stilla þetta þrennt. Með tilkomin CSS3 þá kemur miklu meira inn í söguna, sko. Þetta er miklu öflugur í dag. Ef við gerum repeat x, þá gerist þetta. Það vil svo til að þessi mynd hérna er PNG-mynd, þannig að það er transparent bakgrunni sjáu þið, þannig að það er engin bakgrunni hérna á logoinu sjálfu, á myndinni, þess svona grænt á bakvið. Við getum satt líka bara, hvernig var aftur? Repeat. Repeat x og y. Nýja MySchool. Slag cool. Já, það sem ég var að gera hérna rétt á þann, það fannst kannski hérna svona skýrt dæmi, er að það er til líka eitthvað sem heitir bara background. Og backgroundið hér tekur bara við öllu þessum eigendum bara í einu. Þetta er svona shorthand eða stytting fyrir að nota allt þetta hérna. Og getum við satt bara hérna, ok, við ætlum að vera með bakgrunnslit hérna. Svo kemur, það er svona ákveðin röð á þessu, svo kemur myndin, svo kemur repeat og svo kemur hérna, ég held að þetta sé position x og position y. Gildin, þannig að við getum satt sko, að hafa myndana fyrir miðju, þá getum við satt 50%, svona, þannig að myndin ætti að vera fyrir miðju, við segjum, hvernig var þetta aftur? Það er rosalega mikið af svona prototíum, ég er eftir með að minnast þetta hvað er no repeat, ef maður rétt. Þannig, já. Bara að vera viss. Svona. Þannig hérna er að segja, ok, myndin, það var grænan á bakvið, ég ætla að hafa þetta logo, ekki endurtaka logoið fyrir mig, hafa það hérna á X-ásnum, bara svona fyrir miðju og líka á y-ásnum. Þannig að myndin ætti að vera beint fyrir miðju. Svona, en nánast. Þetta er beint fyrir miðju með við body, sjáu, body næri ekki alveg niður. Það er bara hingað. Þannig að þetta er rosa skemmtilegt. Ég ætla aðeins að við skoðum CSS3 í logkaplans og þá ætla ég að sýna kannski eitthvað svona önnur ný eigindi sem snerta á þessu öllu saman sem við munum tala um núna. Mér langar bara ekki að blanda CSS3 og 2 saman. Allt sem við erum að skoða núna er CSS2. 1,1, þannig til ekki. Erum við einhverja spurningar svo far? Hvenær er pása, minniði? Ok, takk. Eigin units sem sagt
það er mjög algengt að lýsa fyrir einhverja stærðir í CSS-i, hvort það sem borði eða hæð og mynd eða breidd eða eitthvað svoleiðis. Og svona áður en við höldum áfram að kannski ágætt að tala kannski hvaða gildir er helst notuð. Það er svona einingar og pixels mjög vinsælt og þið hafið séð það svona pínulítið núna ekki. Ég hef verið aðeins að gera margin og padding og það bara einhver tala og svona px fyrir aftan, setja fyrir pixel. EM er líka mjög vinsælt. Já, hérna segir hann að þetta var einu sinni relatív vítin af M-karakteröðum. Já, í dag allavega, í vefmál, þá þýðir þetta 1M þýðir ég ætla að vera í einu hlutfalli með við pappa minn. Það er best að kannski að sýna ykkur þetta bara. Ef ég segi hérna í þessum texta hér, hérna lista hér til dæmis. Já, sjáu þið hvað ég er að gera hér, by the way. Ég hef búin að vera ekkert búin að kynna ykkur þetta. Ég tala þetta reyndar í næstu viku en sá hvernig að gera það núna því að mjög hjálplegt. Það er reyta á F12 í Chrome. Þetta er talað með í bókina sniðar ef við viljum skoða þetta. Þetta gera þetta í Explorer og líka í Firefox. Nota svona development tool. Ef ég ít á hérna F12 þá fæ ég hérna glugga hér og ég get skoða network trafficina, source og console og profile og resource og annað. Ég er að nota element alltaf núna og þá getum við inspekta hérna HTML-ið og skoða bara hvað er að gerast. Og hérna á hægri hönd kemur alltaf CSS-ið. Mjög sniðugt. Við erum að vinna eitthvað verkefni og getum við kannski verið að vinna þetta svolítið í váranum okkar og bara veist, akkur virkar þetta ekki. Þá bara hægri smeltum við hér, inspect element, þá förum við nákvæmlega þenn stað þar sem þetta HTML það er. Ok, við erum með eina lista hérna, hann er hér. Ég ætla að segja hérna til dæmis að fontstærðin á þessum lista ég að vera 12 á pappan. Ok. Ef ég segi hérna svo einhver staðar hérna inni að fontstærðin af þessum item hérna eigi að vera 1 EM, þá er að segja, vertu bara það sem pabbi minn er. Vertu 100% það af því sem pabbi minn er, sem er divið fyrir ofan mig. Hann er næsti sem er með einhver svona fontstærð. Hann leita bara á næsta pappa. Ok, hann er með hérna 12 eða ekki. Ef ég segi 1,5 þá er hann 150% stærri heldur en pappin. Skiljið þetta? Þannig að þetta er svona hlutfall svolítið. Hann er 1,5 hlutfall af pappa sínu. Þetta er mjög svona sniðugt að nota, sérstaklega þegar vefir eru svona skaralegir í dag, að vera alltaf með hlutfall, að fontastærðin sé hlutfalli af einhverju pappa og pappin og að lokum er mjög algengt að segja bara, herðu, ég ætla að vera bara með hérna fontstærðina mína skilgreinda fyrir bodyið hérna. Það segja bara hérna, ég ætla að vera með 12 á bodyið, segjum að það sé bara lágmarksstærðin mín og svo eftir það þá segja bara, herru, HM hérna, fontstærðin er að vera hlutfallslega, segja bara, herru, hann að vera 1,8, eða nota meira yfir litt, 2,8 eða eitthvað. 280% af bodyið, framvís. Þannig að við þurfum að skala vefinn okkar, þá skalast stærðin af fontunum svolítið með. Þetta er eins og nota prósentur líka, spurning. Já, fyrirgefðu. Takk, svona. Já, það er líka mjög algengt að nota prósentutölur eins og ég nefndi. Það er svona hlutfalli af einhverju, spurning. Nei. Ekki svona tóli sem ég er að nota hér. Spurning hvort að koma einhverja vill, en nefnir að spyrja hvort að koma villur. Nei, það bara virkar ekki CSS-i. Það er einmitt svona, veit, akkur er þetta ekki blátt? Maður er bara eitthvað, ok, þá byrjar maður að gera hérna, inspect element hérna. Ok, hvað er CSS-ið? Hérna hægt að standa make purple. Sjáðu hérna í klassi minn, ID-ið mitt. Þannig að nei, þetta er svolítið bara svona, nema þið myndu finna eitthvað tól sem segir ára bara þetta á að vera blátt, ef það er ekki blátt, láttum við vita. Við erum að forrita reglunar, þannig að svolítið svona. Þetta lærist. Herru, búnta líka nota og svo erum nota aðri hlutir eins og millimetrar og sentimetrar og annað. Við ætlum að geta að skoða það litt sérstaklega. Texti. Það er ákveðin property sem vinna á texta og við vorum að skoða font size rétt í þessu og það er mjög svona augljós property. Það segir að við ætlum að breyta stærðina á textanum okkar. Og við getum verið með við getum verið textafjölskyldu, texta bara típu. Við getum verið með font size, font weight, style,
þetta svona mjög lýsandi, nema kannski decoration, þá yfirleitt sko, tókum við eftir þarna þegar vorum að vinna með hlekki í skjælun okkar, þá voru hlekkinir hérna, vorum við svona default hegðurinn er þannig í flestum vefrum að það búið að CSS-a hlekkina fyrir okkur pínu lítið. Það búið að setja svona underscore hérna, eða bara svona undirstrik á hlekki alltaf svona, það getur ekki eftir því. Þetta sem ég að tala að Vafra að gera hluti fyrir okkur. Segjum að við viljum ekki það sé þannig, við viljum að öll HTML-tögin okkar séu bara rá og við gerum hlutina. Þetta svona eitt af því sem það yfirleitt að gera þegar maður að vefa, að finna alla hlekkina og taka þetta undirstrik burt af því að þetta mjög lítið notað í dag held ég. Það bara svona, þetta enda svolítið svona trend-based. Bara fyrir eftir hvað að gerast á hverju sinni. Stundum verður þetta kannski vinsælt seinna aftur eða eitthvað. Hver veit. Já, textalæn. Við viljum henda textan til vinstri, til hægri, fyrir miðju. Það hægt að gera ýmislegt. Ég geti nýtt ykkur þetta ef hann örugglega í verkefnum ykkar. En ef við skoðum kannski hérna font family aðeins nánar, þá virkar það þannig að það hefur fleiri en eitt gildi, takk eftir hér. Það verður hérna að segja Verdana, Arial, Courier New, Serif. Af hverju gæsalöp hér? Jú, þetta eru 2 orð. Þar leiðandi notum við gæsalöp til að hafa þetta sem svona eitt gildi. Það sem gerist hér er að við segjum við ætlum að nota Verdana. En ef Verdana finnst ekki, þá ætlum við að nota Arial. Ef Arial finnst ekki, þá ætlum við að nota Courier New. Ef það finnst ekki, Serif. Þannig að það mjög sniðugt að vera alltaf með kannski 2-3 gildi í gangi. Ef eitthvað skildi klikka. Spurning. Hvað tól til að finna hvað fontur er á jú, það er til tól, það er til plugin í Firefox til dæmis sem finnur út hvað fontastarð við erum að vinna með, þannig við getum bara smellt á einhver vef og séð bara hvað fontastarð það er og ég held að fara líka fontatýpan, minni mig. Þannig að ég sem vefari, þegar ég byrja að vera mikið að vefa á framvinda þá nota ég svona tól mjög mikið. Sérstaklega við viljum stela einhver stað, það er bara hvað er hann að nota hér, þetta var sniðugt. Þannig að þessin ákveði að gefa ykkur ekki fontatýpuna í verkefni 2. Það er örugglega þess vegna sem hann er að spyrja nemandi. Já, listar, við skoðum listað ekki, við skoðum listað svolítið mikið og hérna sjáum við default hegðurinn að vera með svona doppu fyrir framann, ekki? Og sumir komu til mér bara, herra, ég vil ekki vera með þessa doppu eitthvað í fyrsta verkefni, ég bara, nei, þið geta vera CSS, þetta er útlit og eitthvað, það er ekkert mál að taka þessa doppu burt, við förum bara hér og segjum bara, herru, við ætlum að gerum bara mjög svipað hérna, við ætlum að velja, svona, við ætlum að velja bara lista núna, svona, ok? Því þetta eigandi vinnur á lista. Nú ætlum að segja list, style, type, ég held að sé á listan eða á lið, ég man ekki alveg rétt. Ég held að sé á listi sjálfur. Ef það er ekki þá er það á liðin. Svona, sjá, prófum þetta bara. Svona, jú, þetta var rétt. En þá bara doppa að fari. Og við getum gert mikið meira. Við getum sagt við getum sett mynd í stað með að nota hérna list, style, image og vísa bara einhverja mynd. Við getum hafa einhverja mynd fyrir framann, við getum verið með okkar eigin doppu eða eitthvað svolítið. Og position og list style, aftur hérna, það er svona shorthand, þess að segja hér, það er til að shorthand fyrir mjög mikið af propertyum, þá er bara svona, það er svona eitt property og svo koma svona nokkur gildi í röð. Ég ætla ekki að tala um það sérstaklega hér, það er bara skoðu þetta, en til þess að byrja með það er kannski ágætt að nota þessa hérna aðferð svolítið. Nota bara hvert property fyrir sig, þannig að þeir læri propertyin og viti hvað er að gerast. Þetta er svolítið svona galdrar, ef maður er ekki vanur, þá er maður bara eitthvað að býta hvað gerir þetta áttur? Þá er maður að fara í spekkan að googla, býta hvaða eigandi er 1, 2, 3, 4, fjórða færibreytan á að vera position X, ok, allt í lagi, þá veit ég hvað hann er staðsett svona upp og niður. En þetta er rísandi, við getum verið með hérna background, position, hérna, og þetta tekum við, þetta er svona held ég. Það eru búin að gera nákvæmlega sama. Spurningar? Það eru til rosalega mörg CSS property, by the way. Glæsilegt, þetta er bara góð tími að draga pásu. Engin spurning, ekki neitt, ekkert. Tökum hlýja.
Skulum halda áfram. Já, við vorum að klára að tala sem sagt, lista, hvernig við getum stílað lista, breytt útlit á listum. Næst ætlum við að fjalla svo kallar box-model, áður við höldum áfram. Box-modelið, þetta fjallar einfallega það að hvert einasta HTML-element hefur eitthvað content, sem sagt, eitthvað efni. Utan efni eitthvað sem heitir padding. Utan það er svona border og svo eitthvað margin. Þetta eitthvað bil. Og það lykilatriði að skilja þetta svolítið. Þetta er rosa einfalt en þetta gleymir maður oft þegar maður að vinna. Til dæmis eins og gott dæmi væri ef ég set bakgrunnsmynd á einhvern hluti eða eitthvað, þá það held ég bara í default á þetta hérna. Bakgrunnsmyndin fer ekki yfir borðan, paddingið, fer ekki yfir borðan og fer heldur ekki yfir marginið. Þetta rosalega sniðugt að hafa í huga. Mjög gott tól hérna til þess að fylgjast með þessu box-modeli, bara svo ég skilji hvað þetta mikið notað. Þetta kallað box-model. Að hérna, ég get skoðað H1 hérna og ef ég fer hérna í hægra megin, sjáðu þið, hérna box-modeli. Og það verið að sýna hérna víddin og breiddin á kontentinu. Það verið að sýna hérna hlutföllin. Og það elementið mér að þetta fyrir ekki, ég verði eiginlega að taka hana græna burt. Þetta bara ekki hægt. Hérna, FF, það getur verið með svona styttingu, svona. Ég ætla að sjá það betur, sjáðu. Þannig að Chrome er mjög sniður fyrir ykkur litar elementi okkar fyrir ykkur, sjáðu. Blátt, sjáðu hérna, hægra megin það niðri, skoðið litina hér, sjáðu. Þetta contentið, padding, ekkert padding, border, það engin borði, en það sem á margin, upp og niðri. Þess vegna erum við að íta sjáðu textanum, það aðeins frá. Þetta á við öll elementin okkar. P hérna. Sjáðu, ég er búinn að skilgreina P. Gott dæmi hér. Ég hvergi búinn að segja í HTML-skjalinu mínu að málsgreinar, paragraphs, eiga að vera með eitthvað margin, ekki satt. Við erum búin að vinna þetta CSS-skjal saman. En hérna sjáðu þið, default top og bottom, takk eftir því. Það svona appilsugult ofan og neðan. Ég sagði vafranum ekki að gera það. Þetta sem ég að tala um að vafrar eru með svona sín eigin svona default gildi fyrir hlutina, sem ekki sniðugt. Þannig að hérna væri sniðugt að segja hérna margin 0. Miklu flottara, miklu betra. Box-modelið. Við getum stýrt auðvitað og þetta eitthvað sem mjög mikið notað. Við erum að færa hluti til, við erum að fínpúsa, við erum að ramma hluti inn og svo framvegis. Þannig að við getum stýrt öll þessi eigindi, padding, border og margin. Og propertyinu heita nákvæmlega sama, padding, border og margin. Það er ekki langbest að vera eitthvað ekki með dæmi hérna bara live. Við skoðum hérna titil hér. Ég ætla að gera hérna svo kallað inline CSS. Þannig að Chrome leyfir mér að CSS-a hér. Þannig að við flýtar hans fyrir okkur hérna, þurfum ekki að hlaupa hinum megin og gera það. Ég get sagt hérna margin er að vera hérna 10 pixlar og þá setur 10 pixla margin allar hringin á þetta hér. Svona. Og ef ég hækka þessu gildi, þá marginið jafnt á alla kanta. Takk eftir. Takk líka eftir hérna að það sem ég að gera inn í Chrome akkur núna er ekki varanlegt. Þannig ég geri F5 og fer þetta. Þetta bara svona development tool. Ok. Margin hérna, alls svona. 10 pixlar. Ég get líka sagt hérna skilgreint hvort eigindi sig. Ég get sagt að toppurinn eigi að vera 10. Ég get sagt að hérna að margin hérna bottom, það svona hjálp mjög sniðugt, eigi að vera 20 og margin left eigi að vera 100 pixlar. Sjáu þið, slökkum þessu hér. Svona. Ég get líka verið með hérna bara shorthand, sleppt þessu og sagt bara, herðu, ég ætla að vera með hérna 10 uppi, 20 til hægri, 10 til vinstri og 10 til hægri, niður og svo vinstri, svona. Þetta er alveg svona shorthand eins og við tölum áðan. Svona eitt property sem tekur við öll þessi gildi. Hvað að gerast hér? Jú, hér ég að segja, þetta top.
Þetta hægri, takk eftir hérna á skjánum hérna megin, hérna. Það alltaf að hoverra yfir, sko, svona, sjáðu. Þetta svo niður. Og þetta hvað? Vinstri. Ég get líka að þetta ennþá sniðura og satt hérna, heyrðu, það bara vera með 2 gildi, 20 px og 20 px. Þetta þýðir, slökkum eins og hér, þetta þýðir, sem sagt, þetta hérna top og bottom, upp og niðri, þetta vinstra og hægri. Það yfirleitt þannig að við erum með það sama svona vinstra megin og hægra megin á einhverju elementi og svona, þannig að við getum, það að vera með 3 gildi líka, þá þetta held ég bara top, bottom og left, right saman, eða eitthvað. Það hægt að gera þetta á marga vegu. Og Chrome sniður, hann sýnir hérna sko, ef þið viljið skoða þetta nánar. Þið getið ítt á hans að hérna, þá sýnir hann hvað í hverju hann að translata hérna. Við gerum margin 10, nætti að gera svona. Hún ekki að gera svona, ja, anyways. Doesn't matter. Ok, það sama gildir sko padding. Þú getur samt bara verið meira með padding 10 allar hringin. Svona. Og þá elementur svona, sjáðu. Ok. Og padding alveg svo margin. Við getum verið með padding left, padding right, padding top, bottom, left, right saman og svo framvegis. Svo getum við verið með border. 1px sem er rétt. Við getum sagt hérna, við verðum með solid. Red, akkur sem ekki verið svona rauðan lit, svona. Það komið borða, sjáðu. Og borðir virka mjög svipað, nema að það hægt að senda 200 gildir með. Það hvers konar borði við ætlum að vera með. Ég ætla að default sé solid, við getum verið með svona doppur, og hvaða lit ætlum að hafa. Þannig við getum hækkað hérna að borða, sjáðu. Þá erum við búin að teikna okkar eigin boxmodel. Sjáðu þetta. Við förum þetta burt, lítur þetta svona út. Það er lykilatriði að þið skiljið þetta. Þannig virkar CSS okkar. Þetta er boxmodelið. Og þetta þarf að vera, þetta er eitthvað sem þarf að vera alveg á hreinu. Það er pottþétt spurt þetta prófi. Spurning. Já, góð spurning. Munur á margin og padding. Ég er með einhver borða utan einhver hlut, eins og hér. Ekki borða, með einhvern bordir með ramma. Utan einhvern hlut. Og paddingin er það sem er á milli content og rammans og padding fyrir utan. Sér það? Margin, content, padding, border, margin. Hvað sagði ég? Eitthvað allt annað? Við getum líka sagt hérna, við getum verið með ætlum að segja background image til að sýna eitthvað smá hérna, ætlum að segja urlið á því var, hvað var þetta? Gerum þetta bara svona. Takk eftir hvað bakgrunnsmyndin er. Hún fer ekki til borðan eða eitthvað hérna út fyrir. Það er þetta enn aftur, það er til CSS3, lifir okkar að stýra þessu. Við getum stýrt núna í CSS3 hvort að við viljum að bakgrunnsmyndin sé partur af öllu saman, margin og border líka. En við skulum skoða það bara sveit. Já, display property. Annað mjög mikið notað eigindi. Display, við getum stillt hvernig við displayin hlutina. Við getum sagt hérna displayindi og það tekur við mörgildi, sjáðu þið. Þetta er allt í bland hérna. Þá erum við að vinna með ákvaða, hvernig við ætlum að birta þetta ákveðin element. Þetta er bara none, bara fóruð eitthvað, þetta er bara hvarf. Þetta er ekkert pláss á vefnum okkar. Ég talaði eins þetta þegar við vorum að tala div og span, munið þið. Við vorum að tala hver munurinn væri á div og span. Og það er einfallega þannig að öll elementin í HTML eru annaðhvort block eða inline.
Ég sagði við ykkur að þetta blokk by default, það tekur alla blokkina. Ef ég segi hérna inline, þá hefði þetta eins og span sem default þannig og ankorar og annað. Þannig að ef ég kem með eitthvað annað element fyrir neðan sem kemst fyrir, þá mun það reyna að tróða sér hægra megin, skiljið. Og þið sjáu það bara hérna á litunum augljóslega. Textið sem fyrir neðan passar augljóslega ekki fyrir, þannig að hann bara svona rétt fyrir neðan. Og við gætum svona hendur honum upp. Ef ég segi hérna víddina þessu, eigi að vera minna, þessu 100 pixlar. Og já, fyrir ekki. Og þetta sé display inline líka, af því þetta by default þetta blokk, þá reynir þetta að fara svona í kringum, sjáðu. Og hérna upp og svo fer það í kringum hérna textan þetta fyrir neðan. Þetta svolítið ljót mynd. Þetta ekki fallegt CSS. En hérna, já, þetta einfallega það sem display gerir. Við getum stillt líka við getum sagt því að við erum með lista, hafa ekki séð list item. Við getum í rauninni tekið hvaða element sem eitthvað span og eitthvað PE og breytt í lista fyrir okkur og segja bara að spanin séu LE elementin okkar og þá segjum við bara display saman sem list item. Þá mun það hegða sér eins og svona li. Skiljið. En þetta svona það algengasta hérna. Non-block og inline. Ef við ætlum að vinna með lista þá notum við bara listatægið. Við erum ekki að feika það eitthvað. Notum bara þau tök sem eru í boði, sérstaklega þegar HTML5 kom. Það meira lýsandi, heldur en að vera að haxa þetta eitthvað. Og svo til eitthvað sem heitir inline block. Mæli mig að lesa þessa grein hér og skoði. Þetta einhvers konar bland af inline og block. Spurning? Já. Hér. Hvort það snertir eitthvað hérna á milli? Nei. Þetta bara, maður spyrir eitthvað, þetta ekki að spyrja hvort það smitist eitthvað? Nei. Þetta hér bara eins og ég væri að gera inline CSS, eins og ég væri að gera bara style á elementið og skrifa á elementið. Þetta hefur bara áhrif á þetta eina element. Hérna hins vegar sér Chrome að það klasi, það selector sem heitir make purple hjá mér hérna. Og hann er hér. Og þá ég að vinna með hennar make purple, þannig ég breytið þessum hér. En þetta þetta ID, þetta einhvað, þannig að það er ekki mikið, en þá ég að breyta allstar það sem make purple eitthvað staðar. Já. Það líka til annað property, skal geta að nefna hérna. Ég var að vinna hérna með, ég bara taka þess til hérna, svona. Ég var að segja ykkur áðan frá hérna, já, display propertyinu hérna. Ég verið með display none. Svo þetta líka til eitthvað annað sem heitir visibility. Og ég segi hérna að visibility saman sem hidden, þá hverfur elementið, það er ekki sýnilegt, en að teka upp pláss, sjáu þið, það er ennþá hana, það bara sést ekki. Hvað segir ykkur á hana þessu? Við getum verið líka með önnur eigindi á visibility, segjum að þarna, tekið það fyrir og eftir, þegar maður rétt, float, jú, tökum fyrir eftir, heldur bara áfram. Erum við einhverja spurningar svo far? Visibility, mjög mikið nota. Segjum að hérna við sem einhverja skemmtilegt interaktiv ef ég smelli hér, það er með svona búm, þá birtist eitthvað, það er ekki algengt á vefjum í dag. Þú smellir einhvers staðar og eitthvað gerist, eitthvað kemur og eitthvað hverfur eða ekki, og þetta vinna eitthvað form og þú vilja, ég er einstaklingur á þessu formi eða á þessari umsókn, þá birtast önnur gildi eða eitthvað svoleiðis. Þetta er yfirleitt gert bara með JavaScript og þá eru menn að fikta bara í þessu property, bara fela þetta, birta þetta, fela, birta. Það er yfirleitt mikið meira svona á baku tjöldin ef við bland.is til dæmis, fyrir hérna bland.is hérna og gerir svona, skoðu verið ekki svona undir, sjáðu, hérna er fullt af dótir sem enginn sér, hérna undir í botninum, hérna. Content er bara hérna, header, eitthvað bottom og svo er þetta bara eitthvað búið. Og hérna er fullt af dótir, display learn, hvað er þetta? Eitthvað svo litur yfir.
Það er þetta að fara hérna og leika sér, displayin on, hvað er þetta? Núi! Það er þetta eyðileggja allan vefinn, eða þannig sé. Þannig að já, þetta er mjög mikið nota. Position. Hingað til höfum við tekið eftir að það er svona ákveð flæði í skjalinu okkar, þannig að öll elementin sem hafa sitt flæði með við hvernig þeir eru stíluð, hvort það séu inline eða display block og það er svona cascading feelingur svolítið. Það er svona flæði svolítið saman. Það sem er fyrir neðan kemur bara á eftir og svo framvegis. Það er svona flæði. Við getum breytt þessu flæði. Við getum sagt í og það er gert með hana position eigandi og ég get farið hér í, kannski best að fara hérna og gera svolítið, gera smá breytingar. Við skulum breyta hana titil hér. Það er ekki titilinn okkar. Við ætlum að gera svona span. Ég bara nota span vegna þess að mér span svolítið svona, það er inline. Það er með tvö, svona. Og þetta er bara eitthvað svona bara. Mjög lýsandi, en við ætlum að gera bara svona. Hérna er eitthvað test. Ég get sagt hérna, ég vil að staðsetningin á þessu, ég get breytt þessu flæði takk eftir. Hérna er eitthvað sem er block. Svo koma tvö inline elements að og þau eru bara hlið við hlið. Þannig er bara hegðun í inline. Þú tekur ekki bara þitt eigið pláss og ef eitthvað kemst við hliðina sem ég sýndi ykkur áðan, þá bara treður það bara upp og það er nóg pláss eftir, sjáu þið. En ég ætla að segja hérna, ég vil að þetta test sé hérna einhver starf annar stað. Position, svona, hvað sé, static. Segjum hérna fixed. Það er bara fixed, það er bara fast. Það er bara fast það sem hann er. Ég get líka sagt hérna, ég ætla að vera með hann absolutt. Og ég ætla að vera með hérna, ég ætla að segja að vera topp, eða vera 10 pixlar. Þá er hann að miða sig við, held ég, pappa sinn. Hvað er hann að vera? Ef maður rétt, eða bodyið, já. Hann er að miða sig við, hann fer og leitar hver er næsti pappi sem er með position relativt og ég ætla að miða við hann. Þannig ég segi hérna H1, eiga að vera position, þetta spila svolítið saman. Position relative og absolute og það er mjög mikið notað. Position relative á pappan, segjum það. Og ég segi hérna eitthvað child element, position absolute. Þá er hann hérna, segjum bara top 10 og left 0. Svona. Sjáu þið? Það er hérna megin. Ég get líka sagt bara, ég ætla að vera með hægri 0 frekar. Drepa vinstri. Það fer að þangað. En hann miðast alltaf við meðan hann H1, ekki satt. Það flýgur bara hérna Ég get satt hérna á toppurinn, sjá hvernig hann hreyfist svona hlið. Og alveg eins ég get verið með pixla, prósentur, punkta, öður. Það gera mjög mikið svona flóknar hluti með position relative og absolute og fixed. Hafðu ekki séð svona menu, þar sem ef maður skrólar niður þá helst það uppi. Það er svo mikið gluggum hérna. Svona. Sjáum við þetta? Þetta er alltaf fixed uppi. Þetta verður bara position fixed. Það verður bara alltaf hana. Þannig að þetta er rosa upplugt og það er hægt að nota þetta á ýmsa vegu og það bara fer eftir hvað við erum að reyna að gera. Sjáum við þessar hringi sem við sýndu hana, bannir hana, karuseli. Munið þið. Við viljum staðista hluti svona öðruvísi, að láta svona flæða saman. Svo hérna, þetta er ekki eðlilegt flæði í. Hérna eru 3 myndir, ég læt þetta vera fyrir ofan hitt og svona. Þetta er ekki eðlilegt, skiljið. Og þetta gerum við með position absolute. Þannig segir ég bara, verð þú bara hér og hér og hér. Og það virkar þetta. Spurningar? Float. Þetta var notað upphaflega til þess að láta hana, þetta var yfirleitt notað á myndir og nafnið svolítið lýsandi. Við ætlum að flóta eitthvað, við ætlum að svona, láta svona flúta, hvernig segir maður, flóta. Flót, það er svona svífa og hana,
og við getum annarkvæmt látið að svífa til vinstri eða til hægri og það gerum við með float eigindunum okkar. Og það eitthvað sem þurfum yfirleitt að láta fylgja hérna er vítin nema myndir, af því að myndir hafa fasta vít. Skoðum float aðeins. Það getum við gert með float, maður sjá, hvað skæla okkar, það hér. Og í textin, skulum breyta því aðeins og floata hennar texta svolítið. Skulum taka þetta hérna burt og við ætlum að floata þetta hér. Við ætlum að floata þetta til hægri, svona. Það bara flýtur hann til hægri, skiljið. Segjum að kannski skemmtilega að gera þetta með hennan texta hér frekar. Þetta element hérna, stóra elementi okkar. Tökum þetta position dot og segjum bara hérna float left. Sjáðu, þá flýtur hann bara til vinstri og textin bara treður sig upp það sem er pláss, spurning. Gera right 0. Ég gerir right, svona. Position. Þetta tala um þegar ég skrifaði right, svona. Já, þetta á við position absolute. Og ég gerir position absolute, þá virkar þetta. En þetta virkar ekki á float. Þetta tala um þetta hér eða ekki. Position hérna fylgir yfir eitt vitt, hæð, left og top property. Þetta vinnur svolítið saman, þessi 5 property, skilur mig. Alveg eins og float og vitt vinna saman, en float, þetta hérna, float left og right vinnur ekki saman. Nefnum að gera bæði í einu, það er mjög skrítið. Já, ég sagði float right, þá verður þetta hingað. Og þetta er svona mjög mikið notað í dag. Sérstaklega svona þegar við erum skalalegir og við að passa í síma og svona, þá bara flótar allt einhvern veginn svona. Segjum bara vítin að þessu að vera 200 pixlar eitthvað, svona. Og hann er flótað til vinstri. En stundum viljum við að það sem kemur fyrir neðan eigi ekki endilega að hoppa til hægri. Og þá getum við sagt hérna á næsta element, takk eftir, H1, P. Getum við sagt hérna clear both. Þá segjum við allt sem kemur hérna á eftir eigi að clearast bara, ekki vera tróða ykkur upp í eitthvað float element sem er frá hann. Ég er að segja þennan við hérna P. Þannig hann segir bara ok, ég ætla bara að halda mínu svæði og sjá að hann tekur allt svæði og allt sem er eftir þessum P heldur bara áfram að vera í sínu flæði, skil ég. Ég ætla ekki að tala um þetta hér. Ég mæli mig að skoði bæði þetta hérna tutorial. Svona, þið þurfa að fara svona gegnum svona ykkur leitt áfram í að HTML og CSS, þetta tekur bara 5-10 mínútur eða eitthvað. Ég mæli mig að prófa þetta. Og sömuleiðis þetta hér. Að fáið betri skilning. En það þarf svolítið að finna þetta er svona smá tilfinning sem mann fær. Hvenær er réttast að nota þetta, skilji? En aftur, núna erum við búin að skoða fullt af dóti, fullt af propertyum, það er til miklu meira. Og þá, maður er oft bara, hvað á ég að nota eiginlega, notið sem minnst, það er svona eiginlega triksið. Hafa þetta svolítið svona stutt og hnitt með það. Það er eitthvað stór bíl að laga þetta. Herðu, overflow, þetta sé verið að mannlega nálgast hérna, þetta síðast eftir að tala um overflow. Stundum lendum við því að við erum með, tökum þetta hér, langbesta sín alltaf, finnst mér. Ég sá alveg því. Það virkar ekki að tala um þetta svona svo bara. Við erum með einhver texta hérna auðvitað og inn í þessu texta hérna, inn í þessari málsgrein er mynd, sjáðu þið. Svona, þetta er eðlilega, það ekki. Og svo er einhver texti, við skulum maður textin aðeins lengri hérna. Það var bara fyrir neðan, skiptir ekki máli. Það verður kompressa kortir. Svona, og myndin ætti að vera þá væntanlega background, eða ekki, segja það. Ég ætla bara að feika þetta hér, þennan effekt sem við erum að reyna að framkvæma hérna. Svona myndinni, hvað að birtast í myndin er ekki til staðar. Það var flótan til hægri og svo einhver texti, þetta er ekki nógu langur texti. Svona. Svona, ok. Flottir. Svona, hérna er myndin, sjáðu þið. Og stundum lendum við því að, sem sagt, að myndin sem sagt er mun starra heldur en þetta content og ég þarf eiginlega að feika það núna með því að minnka breiddina á þessu, alveg töluvert. Hver er breiddin á myndinni? Hún er
302 pixlar. Ég þarf eiginlega að setja hérna á víddina á þessu elementi, bara til að sýna ykkur hvað ég á við. Sér 200. Svona. Þetta virkaði. Þá flæðir myndin út fyrir, takk eftir. Það eitthvað content sem að fljúga út fyrir. Og við getum stýrt þessu með svo kallað overflow property. Og hvað gerist ef eitthvað flæði út fyrir? Þá segir ég bara, herru, skulum bara fela. Á hverju myndi? Nei, ég ætla ekki að fela það, ég ætla að vera með scrollbar. Ég vil sýna það, en ég vil samt hafa gluggan svona lítinn. Þá notum við stýrikerfi scrollbar svona. Og við getum stýrt í hvort við séum með bara scroll, scroll held ég, þetta er að stilla scroll X eða uppsalan bæði, við getum stýrt í hvort við viljum að sé bara leyfa vinstri og hægri en ekki upp og niður. Okay. Þetta var einfalt það sem ég ætlaði að sýna ykkur. Þetta gerir overflow property. Þetta er svona einfalt dæmi hvernig væri hægt að nota það. Spurningar svo far. Overflow, nei, overflow er mjög lítið, nei, við skulum ekki endilega venja ykkur af því að vera að nota overflow allt. Við reynum að hafa þetta svolítið bara, þetta gerir stundum sem eitthvað flæðir út fyrir, en ekki alltaf. En segi, það bara, ég var með að koma með svona raunhæft dæmi, það sem ég þarf að lenda í, önnur spurning. Já, við erum ekki að fara að tala um svona responsive vefi, en það er eiginlega annar áfangi sem fjallar svolítið meira um client og hvernig þið geta gert svona vefi sem eru skaralegir. Ég held að sé bara góð venja hjá okkur að festa eins lítið á víddum og þið geti. Það er svona kannski góð regla. Nota with property mjög lítið. Leyfa svolítið hlutunum að taka bara sitt pláss og láta svolítið þetta vera bara í flæði. Ef ég fyrir að hardkóða einhverja víddir, sjáu þið, þetta er bara svona augljóst hér eins og hérna. Þetta passar ekkert, veist. Þú ert kannski að vefa einhverja litla MacBook Air með 11 tómmu skjá, þá er þetta svona. Þá er þetta allt í lagi. En svo er þetta komin í kannski í vinnunegin og kannski með 27 tómmu skjá, þá er þetta hérna. Þá er þetta bara eitthvað aukt. Skiljið hvað þetta er að fara. Þetta er svolítið svona, veist, ég ætla ekki að gera ykkur að gera responsive vefi í þessum áfanga, það er bara svona sér áfangi út af fyrir sig. En ég skal tala um það að nefna þetta spyrjaðan. Í lok áfangans þá ætlum við að tala um, ég skal sýna ykkur svona það sem er að gerast, ef það gerst verið tíma, getum við jafnvel skoða og sýnt ykkur hvernig við getum svona stýrt í hvað gerist ef það verið minkar og eitthvað svona. Eitthvað svona töff. Já, það er tími til að fjalla um CSS3. Sama með HTML5. Það kemur CSS3 og það er fullt nýtt sem kemur inn. Fullt nýtt, það er mjög mikið. Alveg sem með HTML5, passið ykkur á hana stöðning. Þá voru vísanir hérna uppi, munið þið. Að koma eitthvað hlekkur sem ég var með. Það var hérna hér. CSS3 browser support, skoðaði þetta. Ég ætla ekki að hengja ykkur á eitthvað svona hérna í þessum áfanga. Þið með eiginlega nota CSS3 í verkefninu ykkar. Það er allt í lagi. Ég mist bara ekkert að því. Og takk ég bara endilega fram hvaða vafra þið voru að nota. En það skiptir enga máli, ég ætla ekki að vera eitthvað, ég keyrði áran eitthvað í 8, það virkaði ekki. Það skiptir enga máli, en... Eru aðra lendi þessu eftir flót þá bara fyrir PTF bara taka tónkendilega? Skjæleitt, HTML skjæleitt. Já, flót hefur undarlega áhrif, þið þurfa að passa ykkur á því svolítið. Já. Það bara tæmist Já, ég skal skoða það, ég var að minnast það. Það er greinlega bara eitthvað mistök hjá mér að hafa einhverja tóma síður. Ef þú skrólar neðar, kemur ekki svo meira content, eða ekki? Ha? Ok. Skoða þetta bara. En ég ætla að kynna ykkur svolítið fyrir CSS3 hérna, bara örstutt. Við höfum hvað? 10 mínútur í viðbót. Ekki, hvað er tíminn búinn? Við tölum þessa selektora. Það er komin 9 selektorar. Ég ætla ekki að labba í gegnum á alla, ég ætla ekki að sýna ykkur dæmi að þetta kemur að því að þetta aldrei verið sýnt áður, en mér langar samt svolítið að sýna ykkur þetta smá svona pík. Það eru skemmtileg selektorar sem segir sko, þetta er hér. Ég ætla að velja bara hérna alla lista sem koma á eftir P, takk eftir. Ég vel bara lista sem koma á eftir P.
alveg sem ég segi, ég ætla að velja bara lista eftir einhverju nafi. Ég ætla ekki að velja alla lista, en það verður að vera P sem pabbi. Skiljið. Þetta nýr attribute selector. Ég get notað svona, þetta hérna syntaxað, eitt eini munurinn eiginlega. Og þetta segir sko, ég ætla að velja alla ankura sem hafa eigindið href sem byrjar á HTTP. Og svo ennþá öflugur að segja sko, sem endar með, það eru svona, eða þetta hérna. Contains. Ég ætla að velja bara hérna href, hérna ankurar sem hafa property href sem inniheldur hérna texta hér. Þannig þetta svona líka eins og forritunarmál, takk eftir. Það er svona contains aðgerð svolítið. Ég ætla að velja insláttarbox sem eru höguð, þá er vantarlega við checkbox eða ekki. Og svo framvegis og svo framvegis. Þetta er alveg, ég ætla að velja allt sem hefur eigindi required. Þetta setja svona required eigindi núna. Þetta, akkur er svona auða síður hann á milli, Þannig að skoðu þetta, gefu ykkur smá tíma, lesi yfir hennar kafla hana í lokin og skoðu hvað er í boði. Þetta muni eflaust ekki þurfa að nota neitt af þessum hlutum kannski í verkefnunum ykkar. Það er gott fyrir ykkur að vita af þessu, þetta setjast þar. Það er líka mjög áhugavert að lesa þetta finnst mér. En svo hérna til dæmis, ég ætla að velja hérna P, nth child, þá velur þetta sem sagt P-en sem er í öðru sæti með pappa sinn. Þú getur farið að stýra röðunum svolítið, skil ég. Þetta er svolítið cool. En aftur, miklu öflugara. Texta og fonta. Við skoðum munið font family og text align og eitthvað svona, nokkru hlutir. Núna komum við miklu meira. Við getum sagt hérna text shadow. Þetta er rosa vinsælt. Þetta er hana skuggi. Þá getum við verið með svona skugga á fontin. Þannig að við þurfum ekki lengur að vera með einhver svona mynd með skugga. Við getum bara sett skugga á textan okkar sjálf. Og við getum stilt alveg mjög mikið. Við getum stilt þarna hvernig það fyrir upp og niður og hæðin á því og eitthvað og hvernig það spreddar svona út og eitthvað. Þetta er alveg super cool, sko. Ég hafði ekki tími fyrir ykkur að sýna ykkur þetta núna. Justify, þú veist, við getum verið með hana hanging punctuation hérna. Þetta er mjög öflugt. Þetta er kannski svona sem er ágætt að vera með sýnidæmi. Eins og fonta virka í dag, það sem HTML er staðsett og keyrir, mun HTML og CSS segja, ok, ég er að kalla á einhvern font sem heitir eitthvað, þá fer CSS-skjalið og leitar í stýrikerfinu, eða vafrinn ána tiltekið, ætti ég að segja. Því vafrinn sér að rendera og birta. Það forrit fer svo og leitar hvar er þessi fontur. Það leita í stýrikerfinu. Ef það finnst ekki, þá fer það í fallbacki munið fyrir næsta font og svo framvegis. En eins og þið veit ég, þá eru Maccar hérna og það eru Linux-vélar og Windows-stýrikerfi og annað. Núna er þetta skilgreina svo kallega fontface. Við getum búið bara til okkar eigin fontafjölskyldur. Það er gert bara svona. Ég gefi þessu bara heiti, my custom font name, og ég segi bara hvar er fontskjalið mitt. Og það er mjög góð stuðningur fyrir þessu hér. Og þetta er rosa cool. En við þurfum ekki lengur að hafa ágjörð einhverju stuðning. Við bara búum til okkar eigin fonta, setjum bara fontaskjalið einhver staðar í einhverja fontmöppu, vísum í það og við erum komið með okkar eigin font. Very awesome. Bakgrunnar og bordirar, þetta er svolítið svona það sem hafa verið breytingar, border image, við getum sagt núna, við vorum með border munið og það var bara solid sem ég gerði, eða dotted, lína, bein lína. Núna getum við sagt bara, ég ætla að vera með mynd sem ramma, þessi mynd í kringum ramman og ég ætla að endurtaka myndina bara svona í kringum ramman. Ég get verið með border radius, þetta er mjög mikið notað, við skoðum hérna, þá getum við sagt hér að þetta P eigi að vera með border radius hérna. Border radius hérna, 20 pixlar. Það var rúna gantana, sjáðu. Eftir því. Við getum rúna endalaust og við setjum hérna víddina rétt, þá verður þetta svona eins og hringur. Þetta er svolítið cool, þetta var ekki hægt af þess. Það eru svona smá dæmi hérna eins og þessum að það helsta. Textaskuggi, sýna ykkur það kannski helst snögt, fyrst að ég er með hérna að setja eitthvað inn. Skoðum hérna hér, title, setjum textaskuggi. Eitthvað er þetta ekki að, það virkar eiginlega ekki að pista úr þannig að
Já, whatever. Það með afsakan hérna, PDF eitthvað, stýðja mér hérna. Þetta á að virka, ég keyri þetta allt saman, ég skrifa þetta sjálfur. Já, við getum verið með hérna shadow á box, alveg eins og hérna textan. Og já, þetta er alveg rosa töff. Þetta finnst mér kannski að skemmtilegasta. Þetta er það sem ég var að sýna ykkur hérna með borða sem ég smíðaði. Við getum sagt bara, herri, þegar ég smelli hér, þá verður eitthvað klasið til og þá bara skerði eitthvað við elementið. Og hérna er mjög einfalt CSS. Ég getum ekki að geta copy-paste þetta dæmi, það var hugmyndin. Ég geti gert bara svona og tekið, fyrirgeðu, þetta hefur verið í CSS-skjælunum mínu. Og hérna niður einhvers staðar. Er ekki rétt pistað? Nei, ég sagði að þetta muni ekki virka. Æja. Rosa pirraður. Get ekki sýnt ykkur þetta. Pastið þetta, skoðu þetta. Það sem gerast hér er að hérna er eitthvað div sem á innihalda hvað sem er. Og ég set hæð og breidd og bakgrunnslit. Þetta er blár kassi. Og ég segi sko, ég ætla að vera með transition á víddina. Transition er svona hreyfing. Og ég segi sko, þegar ég hofra yfir, þetta er hérna pseudoselektorinn minni, þá ætla ég að breyta víddina í 300. Þannig að þegar ég fyrir með bendilinn yfir, þá fer það svona, stekka svona hægt og rólega. En ekki svona, fast, þetta er bara svona hægt og rólega. Það tekur nána tiltekið 2 sekúndur að það gerast. Og við getum farið hérna í transition, CSS. Hérna. Svo. Þetta er svolítið cool. Þetta er svolítið smooth. Þetta er eitthvað sem heitir animation. Ég sýni ykkur hérna hvernig þetta gera svipaða hluti með animation. Það er svona mjög svipað, það er animator en það er gert aðeins öðruvísi. Það notast við svona svokallega keyframes. Ég get lýst yfir einhverju frame, svokallast, innan gæsalappa og ég segi að þú ætti að byrja hér og endar hér. Og hérna inni er bara CSS. Þannig ég geta bara vertu 100 pixlar og vertu blár á litin og endaðu í 300 pixlum og grænn á liti. Eða eitthvað. Og svo segi ég bara hérna animate, notaðu þennan ramma á 5 sekúndum. Sko þetta bara. Transform, mjög svipað. Þetta gera það sama. Já, hérna er meiri upplýsingar þessi animation. Vil ég hafa áhuga á þessu, vil ég skoða þetta, gera eitthvað svona fancy. Spurningar. Við erum alveg að vera búin. Það er bara hérna 20 sem ætla að nefna í viðbót. 20 að 30, ætla að nýta þessar 3 mínútur. Skjóti endilega. Ég er þetta búin að tala miklu meira en þið þurfum fyrir verkefni ykkar, en skilaverkefni ykkar verða aðeins stærra. CSS Reset, þetta er svolítið aftur yfir það sem ég hef nefnt oft. Það er að default hegðun í útlit. Þess, það er eitthvað vafrar eins og þið sjáðu, við vorum með málsgrein og það var byr fyrir ofan og neðan. Þetta er eitthvað default, við viljum það ekki. Og það er mjög algengt að nota svona CSS Reset hugtakið. Það eru bara með eitt lítið CSS-skjal sem er alveg fremst og það séum að núllstilla allt fyrir okkur. Og menn hafa verið að búa til alls konar svona reset-skjöl. Hvernig er best að resetta svo framvís. Þetta er bara einfallega CSS-skjal sem núllstillir allt og setur allt bara svona á eitt default og tekur á eiginlega öll elementin. Þannig að alveg sama hvað vafri birtir þetta, þá verður þetta bara alveg hrátt, allstar. Og svo byggjum við ofan á það. Það eru til CSS framework, sem sagt. Við þurfum ekki að gera alla vinnuna sjálf. Ég nefni hérna nokkur. Bootstrap, Blueprint og 360. Þekki ég Bootstrap? Hvað er við hvað Bootstrap er hérna? Engin, ok. Hérna, Bootstrap er sem sagt CSS framework og ég nefni það hérna sérstaklega. Þetta er svona framework sem hjálpa okkur svolítið að vefa. Fara á þessa síðu, kynna ykkur þetta, af því að í Visual Studio, þetta verkefni sem munum vinna hinga til, eftir 3. vikuna held ég, ekki hinga til, þetta eftir, þá eru verkefni með Bootstrap sem default, svona framework. Ef við inklúdum ekki Bootstrap CSS-ið, þá gera það ekki, en það sem Bootstrap er Bootstrap. Getbootstrap.com, sá ég hann uppi. Það er sem sagt, það er bara CSS. Það er líka reyndar JavaScript framework, en við ætlum bara að skoða CSS hlutan. Og ef ég segi hérna, sjáu þið, ef við skoða töflur hérna, af form, sjá hvað formið er fallegt.
það sem þú ætti að gera er að vinna með klasa út allt. Ef ég inklúta sem sagt bootstrap skjal, bootstrap CSS-skjal og ég set á formið set formgrúp utan input og label, þá verður þetta svona fancy fyrir mig sjálfkrafa. Það fullt að CSS að baka tjöldina sem að gera vinnuna fyrir mig. Þannig að segir hann, vilt fá þetta útlit, þá þarf þú að skrifa svona HTML. Og svona þessi síða, endalaus. Takka, viltu fá svona takka? Settu þá þennan klasa á takkaðinn, þá verður hann svona. Það búið að gera CSS fyrir ykkur, skiljið. Þetta byggir svolítið að klasa. Af hverju? Af því að við getum endurtekið klasan okkar, þetta er ekki einhverjum. Við getum verið með töflur, fín tafla maður, striped, border, þá setjum við bara þetta á töflun okkar. Búið, svo þetta er einfalt. Þið með ekki nota þetta í verkefnum ykkar. Þið þurfum að gera þetta sjálf. En þetta fylgir Visual Studio og þá munum við að nota þetta betur. Kynni ykkur þetta, please, gerið þið það. Þetta er rosa cool, þetta er mjög mikið notað. Við notum þetta í vinnunni minni og ég held að við bara endum hér. Validata tool, ég var að sýna ykkur developer tool. Vil ég spyrja ykkur í verkefni, by the way, áður við setjum upp? Er eitthvað sem spurning ykkur í lab 2? Já, gefið mér 1 mínútu, please. Það var að spyrja út í gradient. Það er gradient mynd í skilaverkefni 2, ekki? Utan töfluna, ekki? Hausinn á töflunni, fyrir mig í verkefni, snögt assignment 2, nei, ekki assignment, jú. Svona. Þetta hér. Þetta er gradient. Það er hægt að gera background gradient í CSS þremur. Þið megi gera það, endilega. Og það eru vefir sem gerir þetta gradient fyrir ykkur. Þið getur farið á svona vefsíður og það verður til. Gamla leiðin var að klippa svona pínulitla mynd sem var svona löng, svona niður, sjáðu? Og repeat hana, endurtaka myndina svona til hægri. Ég skal sýna ykkur þetta tricks á mánudaginn, ef þið viljið, hvernig þetta er gert. En þið megið nota bæði, það var punkturinn, basically. Ok, takk fyrir mig.